Hvað er samlífi? Samlífi er þegar tvær eða jafnvel fleiri tegundir lifa saman þannig að einhver að minnsta kosti af þeim getur ekki án hinna verið. Það eru til 3 tegundir af samlífi. Það er svokallað gistilífi. Það er þegar tegund lifir utan á annarri og sú sem hún lifir utan á, eða jafnvel innan í, eða með á einhvern hátt, veit ekkert af því og það truflar hann ekkert, hún hvorki græðir né tapar því. Önnur bara, við getum hugsað okkur mosa sem að vex utan á tré. Ef að mosin er ekkert að skemma tréð eða taka neitt frá því, þá væri það gistilífi. Síðan er til eitthvað sem heitir sníkjulífi. Náttúrulega til mörg dæmi það. Það er þegar einhver lifir á eða innan í annarri lífveru. Við getum hugsað okkur eins og ef að blóðsuga er að sjúga blóð úr einhverju dýri og tekur svo lítið en er alltaf að koma annað slagið og er þetta að kalla það sníkjulífi. En lífveran sem er verið að taka blóð úr lifir það alveg af. Hún verður ekkert lasin eða neitt. Þetta er samt sníkjulífi því hún er að tapa einhverju. Svo er til eitthvað sem heitir samhjálp. Þá græða báðir. Dæmi þetta til dæmis fléttur, þar sem þörungur og sveppur lifa saman og búa til bara lífveru. Þetta er líka eins og bakteríurnar í þörmunum í okkur, hjálpa okkur við að melta matinn. Við fáum meiri næringu úr matnum og þær fá smá líka. Stundum er þetta svolítið óljóst. Hvar erum við? Við getum hugsað okkur fuglategund sem heitir uxaspæta. Þetta eru fuglar sem að lifa í Afríku og lifa fyrst og fremst á því að tína skordýr af dýrum. Sjáum þau oft á vatnaböffulum eða gíröffum eða eitthvað, er að þvælast á bakinu á þeim, jafnvel á hausnum og snirta á. Ef að þetta truflar dýrin ekkert, þá væri þetta gistilífi. Þetta er oft samhjálp, því þau eru oft að taka burt dýr sem að myndu mögulega skaða dýrin, þannig að þá er þetta samhjálp, því að þá græða báðir. En, vitið þið hvað uxaspæturnar gera stundum? Það er eiga það alveg til að kroppa í sár og gera þau stærri og halda þeim opnum til þess að ná í blóð. Þá er þetta orðið sníkjulífi. Þannig að þannig erum við með lífverutegundir sem getur fallið undir þetta þrennt, sjaldnast reynda þetta. Þannig að þetta er ekkert alltaf svona klift og skorið.